Komið sæl aftur. Þú ert að horfa á annað myndbandið í þessari ör-seríu hlaðvörp. Ég heiti Anna Marspil Klausen, ég dagskrárgerðarmaður á Rás 1 og í þessu myndbandi ætla ég að fara yfir algjör grunnatriði. Það hvar við finnum hlaðvörp og hvernig við hlustum á þau. Besta leiðin til þess að skilja hvað hlaðvörp eru einfaldlega að hlusta á nokkur slík. Þannig að við ætlum að finna út af því saman núna. Finni til snjallsímann ykkar. Hér minn, hann pínu brotinn, en við beiglumst öll einhvern tímann í lífinu. Ég með iPhone, þannig að ég flippa bara í gegnum öll appin mín þangað til að ég finn fjólublátt app sem ástendur podcasts. Það innbyggt í alla Apple síma, tiltölulega þægilegt, en ég get líka farið hérna og fundið app sem heitir Spotify. Það bæði tónlistar og hlaðvarpsapp og mjög vinsælt sérstaklega meðal yngri notenda. En svo get ég auðvitað líka farið einfaldlega inn í App Store og fundið einhver önnur hlaðvarpsapp. Og þau bara frekar mörg. Þau vinsælustu fyrir Android stýrikerfi Pocket Casts og Podcast Addict og ég þekki þau ekki persónulega en þessi þau virka öll á mjög svipaðan hátt. Ef þú kannt á eitt þá segir restin sig frekar sjálf. Þannig að ég ætla að sýna ykkur núna hvernig á að nota Apple Podcasts appið og það ætti þá að geta gefið ykkur hugmynd hvernig hinn virka líka. Svo við opnum Apple Podcasts. Hér sjáu þið að ég nú þegar orðin áskrifandi að nokkur hlaðvörpum en ef þið hafið ekki verið að nota þá kemur svona síða svolítið öðruvísi út hjá ykkur. Þannig að við opnum það sem heitir Brás. Þetta flipi sem heitir Brás og hérna alveg neðst. Þá kom upp ýmis hlaðvörp sem mælt með þeirra eru efst á vinsældalistum. Við getum hlusta á þau í streymi, hlaðið þau niður til seinni tíma hlustunar eða jafnvel gerst áskrifundur á þeim og þá poppaðu upp í þessum flipa hér sem vorum í áðan Listen Now. Ef við vitum hvaða þátt við viljum finna eða höfum eitthvað lykilorð að leita eftir, þá förum við í search, leitina. Við skulum finna hérna eina af mínum nýlegri þáttaröðum, minningargreinar. Þá opnum við það hér. Sjáum við að hérna fyrst komu upp þættir, en til þess að vera vissum að það komi allir upp, þá þurfum við að fara svona inn í appið. Hér sjáum við lýsingu á þættinum þegar við smellum á meira og þarna sjáum við stjörnugjöf efst, einstaklega ánægjulegt. Og svo förum við í See All Episodes og þá komum við og sjáum hérna 1., 2., 3., 4. og 5. þátt. Þetta var takmörkuð þáttaröð, þannig að það bara 5 þættir og þess vegna viljum við byrja á byrjuninni. En það ekkert raunin með alla þætti. Sumi þættir eru þannig uppbyggðir að þáttur sem kom út árið 2016 og kannski fyrsti þátturinn í þáttaröðinni, hann skiptir engu máli upp á það sem að gerast núna í þættinum og kannski hefur lítið upp á sig að byrja að hlusta þar. En við finnum fyrsta þáttinn í þessu tilviki. Ítum á play og þá byrjar hann. Hér sjáum við að við getum notað takkan hægra megin við play til að spóla 30 sekúndur áfram. Og bara getum gert það marg oft þess vegna ef við viljum hoppa til dæmis yfir auglýsingar sem oft eru í hlaðvörpum eða við höfum bara áhuga á einum parti hlaðvörpsins sem ekki byrjun eða ekki á einhverjum tímapunkti eða okkur fyrir að leiðast en langar að heyra meira seinna, hvað sem þá gott að geta nota þennan takka hérna 30 sekúndur áfram. En síðan ef við missum á einhverju eða viljum hlusta aftur á eitthvað þá getum við farið í 15 sekúndur aftur á bak sem afskaplega þægilegt. Eins getum við dregið bendilinn eftir tímalínunni hérna efst til að komast á ákveðin stað í þáttunum eða dregið bendilinn hérna í hljóðlínunni til þess að stilla hljóðstyrkin. Neðst í vinstra horninu stendur 1x. Það þýðir að við erum að spila hlaðvarpið á eðlilegum hraða en við getum bæði valið að spila það hægar, til dæmis ef við erum að skrifa upp eftir því eða hraðar, ef við viljum komast í gegnum það á meiri hraða, ef við höfum til dæmis stuttan tíma til að hlusta. Og ef við ítum þarna á þetta á 1,5 hraði, 2 sinnum og á hálfum hraða. Síðan ef við ítum á punktana í hægra horninu,
koma upp alls konar möguleikar en þeir kannski segja sig að mestu sjálfur. En svona einfalt þetta. Svo bara að finna réttu hlaðvörpin, googla hlaðvörpum efni sem þið hefið áhuga á eða sem mælt með, sláðum upp í appinu og byrja að hlusta.